Pálmi Jóhannsson margt í mörgu. Hann í sveitarstjórn Dalabyggðar, hann að reka Vínlandssetrið, hann í pípulögnum, verktaki og ég held hann sé í 300% vinnu hér og þar og allstaðar og hann að reka hérna Dalakot, þar sem ég sit við þennan fallega glugga. Ég frétti nefnilega líka að hann hafi skráð sig í Team Ringiby sem risa hjólaverkefni og ég skil ekki hvernig hann gat það því að ég veit að hér var opið, hann hélt þessu opnu allan tíman eða þau hérna í COVID, þannig að ekki var það verkefnaleysi sem hvatt hann áfram. Þannig að það verður gaman að heyra hver var hvatinn að því hann skráði sig í þetta verkefni. Pálmi, ég veit að þú margt í mörgu. Þú í pípulögnum, verktakavinnu, þú að reka Dalakot, þú og konaðinn, sveitarstjórn og núna síðast hjólagarpur. Á ég ekki bara að byrja á að spyrja þig að því hvernig það vildi til að þú skráðir í þetta verkefni, Team Ringiby? Já, upphafið, ég var svo sem búinn að vera að fylgjast aðeins með þessu verkefni. Síðan í fyrrasumar þá kemur hópurinn við hérna hjá mér á leiðinni Vestfirði. Fæ sér brönns hérna og aðeins að dytta hjólunum og svo þau keyra á hlaðinu og ég segi bara, ég vil að vera gaman að vera í þessum hóp. Þannig að ég sótti þetta í haust og að fá að taka þátt í verkefninu og var tekinn inn í það. Þetta sem sagt, þetta bara X fjöldi, það geta ekki allir verið með í hvert sinn, þetta bara takmarkað, eða ekki sæta framboð eða hjólaframboð? Jú, það svona verið að horfa á í kringu 50 hjólara. Verkefni gengur út á að safna pening fyrir krabbameinsveik börn eða ekki? Jú, eða fyrir umhyggju. Stendur þetta eitthvað nærri? Nei. Það ekkert sú tenging til staðar? Nei, bara þetta moment þegar þú sast eftir með uppvaskið og horfðir á eftir hópnum renn úr hlaði. Nei, bara líka gaman að láta gott þess að leiða og náttúrulega augra sjálfum sér í svona flottu konsepti. Já, hefurðu verið að hjóla mikið? Ég hjólaði mikið þegar ég bjó í Danmörku. Áttu hjól? Já. Það finnst mér nefnilega svolítið geggjað við þetta verkefni að það fólk alls staðar að landinu að taka þátt eða ekki og úr bara alls konar greið, þetta ekki einhverjir sem eru endilega, þetta ekki vanasta hjólafólkið okkar. Nei, þetta bara fólk úr öllum áttum og þetta ekki keppni. Þetta bara ferðalag og hópeflisverkefni og stemning, myndi ég segja. Eitt eiga hjól, annað eiga gallan. Þetta alveg heilmikið sem fylgir. Ertu komið með spandex alveg frá toppi til táar? Hann á leiðinni. Hann á leiðinni, já. Og það spurning hvort ég hafi pantað á lítinn. Pantaðir hann í haust, eða? Nei, ég gerði ráð fyrir alls konar. Hann teygjanlegur, sko. Hann teygjanlegur, já. Hvað hlakkar til? Hvernig byrjar þetta og hvað? Hvernig dagskráin? Við erum að leggja af stað í byrjun júlí. Og erum að hjóla í 9 daga og lengsta dagleiðin 200 km. Wow. Og þeir eru 4 eða 5 sólardagar. Það dálítið vegalengd. Já, það bara að skreppa Selfoss hérna. Ekki nema? Kannski aðeins meiri brekkur. Veitu, hvaða leið farin í sumar? Það Danmörk, Frakkland. Já. Og það upprunalega, þetta var verkefni sem að starfsmenn frá SAFA-framleiðendunum gerðu eða fóru í, ég man ekki ártalið, sem heitir Ringiby og þannig hefst þetta verkefni og hleðst svo utan að sjá nú koma leiðatogar öllum heimi í þessa ferð, sko. Já. Og við hjólum saman sem hópur. Þetta enda allir saman á sama tíma niður í Frakklandi. Hvað sagði konan þegar þú varst búin að skráða í þetta? Hún studdi mig heilsugar. Sagði ég þurfti að fara að taka mig á í forminu. Já, næringu. Hún ætlar að styðja við bakið að vera í gegnum þetta. Já, en hún svo sem bara fór líka annað krefjandi verkefni. Þannig að við erum bæði að augra okkur í æfingu. Já, hvað fór hún í? Landvættina. Já, ok. Þetta svolítið magnað. Þau tekið ykkur upp bara. Já. Hvað, nú ekki eins og þið hafi haft eitthvað vandræðilega mikinn tíma í COVID. Þið voru með opið einu á fáu stöðum bara svona út á landi í COVID sem að héldu alveg opið alltaf, slóguð ekkert af. Ég held að þetta hefur kannski verið tekið í ykkur svona, ég hef ekkert að gera núna í augnablikinu hérna.
Við sáum fram á svona lausa stund í sólríknum og það var að nýta þetta. Já, einmitt. Nei, það var svo sem bara, við hugsaðum það bæði að nú þurfum við aðeins að fara að huga eigin líkama og breyta aðeins lífstíl og þetta var svona upphafið. Kannski svolítið stórt tekið upp í sig en það er best að byrja bara með stóra brekku. Já, og það verður forvitnilegt að fylgjast með þessu hjá þér, gangið vel. Og við kannski bara náum aftur að taka tal í haust, svona, heyra hvort þú sért búin að jafna þig þá. Já, hvort þú getið setið. Já, ertu hvort sem nokkuð sitjandi? Nei, ekki mikið. Þú veist, við hjólarar leggjum öll töluvert til fyrir utan að æfa okkur. Við kaupum allan búnað en öll svefnun rennur óskert til umhyggju.